Komið sæl. Mér finnst það alltaf svo merkilegt að það er eiginlega alveg sama hvaða efnið maður fjallar að það er alltaf hægt að finna eitthvað það á fyrstu blöðum Biblíunnar í Mósebók, fyrstu kaflánum þar. Það er eins og þar sé lagður grundvöllurinn að öllu öðru sem að tekið fyrir í Biblíunni og það er engin undantekning í dag með það sem ég ætla að tala í dag. Þannig að fyrirsögnin af þessu sem ég ætla að fjalla 70 sinnum 7. Í fyrstu Mósebók, 4. kafla, þar segir maðurinn kenndi konu sinnar Evu og hún var þunguð og fæddi Kain og mælti: sveinbarn hef ég eignast með hjálp Drottins. Og hún fæddi annað sinn bróður hans Abel. Abel var hjarmaður en Kain jarðyrkjumaður. En framliðu stundir færði Kain Drottni fórn af ávexti jarðarinnar, en Abel færði einnig fórn af frumburði hjarðar sinnar og af feiti þeirra. Og eins og við þekkjum þá leit Guð ekki með sama hætti á fórn þeirra bræðra, eins og við lesum í 5. versi. Og Drottinn leit með velþóknun til Abels og fórnar hans, en til Kains og fórnar hans leit hann ekki með velþóknun. Og þá reiddist Kain ákaflega og var niður lútur. Þetta skapaði afbrýðisemi hjá Kain, svo mjög að hann drap bróður sinn Abel. Þannig er frásögnin af fyrsta morðinu í Biblíunni. Og þetta átti eftir að hafa afleiðingar, eins og við lesum í versi 11, úrskurð Guðs í málinu. Skalt þú nú vera bölvaður og burt rekin af akurlendinu, sem opnaði munn sinn til að taka á móti blóði bróður þíns af þinni hendi. Kain fannst þetta erfiður dómur og segir í versi 14: sjá, nú rekur þú mig burt af akurlendinu og ég verð að felast fyrir augliti þínu og vera landflótta og flakkand á jörðinni, og hver sem hittir mig mun drepa mig. Og þá gefur Guð honum þessa undarlegu fyrirheit, en hann segir: fyrir því skal hver sem drepur Kain sæta 7-faldri hegningu. Þannig að þrátt fyrir það sem hann hafði gert, þá vildi Guð vernda hann. Hversu undursamlega miskunn Guðs og langlundar geð, fúsleiki til að fyrirgefa og gefa mönnunum möguleika að snúa sér aftur til sín. Vissulega hafði það afleiðingar sem hann hafði gert, en hann engu að síður fékk tækifæri til að læra af mistökum sínum. Síðan lesum við áfram afkomendur Kains. Nokkrum kynslóðum síðar fæðist Lamek. Við lesum hann í 19. versi, en hann tók sér 2 konur, Ada og Sila. Í versi 23 lesum við þennan Lamek, þar sem hann tjáir sig við þessar 2 konur sínar og segir: Ada og Sila, heyrið orð mín, konur Lameks, gefið gaum ræðu minni. Mann drep ég fyrir hvert mitt sár og ungmenni fyrir hverja þá skeinu sem ég fæ. Sjáðu hvernig siðferðinu hafði hrakað á þessum tíma og hrokið þessa manns að taka mannslíf fyrir hvert ómerkilegt sár. Og það kemur ekki fram hvort að það skipti máli hvort einhver beri ábyrgð á sárinu sem hann hlýtur. Það var bara að taka líf annars manns fyrir það. Þannig hafði siðferðinu hrakað svo mjög þegar þarna var komið sögu. En sem betur fer þá lýkur ekki þessum kafla svo illa, eins og við lesum í 1. Mósebók. Hún lýkur á jákvæðum nótum. Sjáum hérna í versi 25 og 26. Adam kenndi enn á ný konu sinnar og hún ól son og kallaði hann Set, því að nú hefur Guð
hvað hún gefið mér annað afkvæmi í stað Abels, þar Kain drap hann. En Set fæddist og sonur og nefndi hann nafn hans Enos, og þá hófu menn að ákalla nafn Drottins. Eins og menn hafi loksins áttað sig á því hvert að leiðir að vera fráhverfur Guði, þegar menn sáu alla þessa hnignun. Þá loks fóru menn að ákalla nafn Drottins. En eftir Set og Enos komu margir afkomendur, einn af þeim var Enok, en hann gekk með Guði. Jafnvel svo eins og segir í 1. Mósebók 5:24 að hann hvarf, því að Guð nam hann burt. En Enok var einmitt langa við Nóa sem byggði örkina fyrir flóðið. En hvers vegna er ég að telja þetta allt upp? Jú, vegna þess að mér langaði að fjalla einmitt það hversu lengi Guð fyrirgefur synd, hversu langlyndur og umburðarlyndur er Guð gagnvart öllum mönnum. En fyrirgefur hann endalaust. Segir sagan flóðið okkur ekki einmitt það sem að syndin fær ekki að ríkja óendanlega? Sýnir það okkur ekki einmitt það að náð Guðs á sér takmörk? Við lesum einmitt það í næsta kafla, það er að kafla 6, það sem segir í versum 5-7, en Drottinn sá að illska mannsins var mikil á jörðinni og allar hugrenningar hjarta hans voru ekkert annað en illska alla daga. Þá iðraðist Drottinn þess að hann hafði skapað mennina á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu, og Drottinn sagði: ég vil afmá á jörðinni mennina sem ég skapaði, bæði mennina, fénað, skriðkvikindi og fugla loftsins, því að mig iðrar að hafa skapað þau. Og þarna sjáum við að mælirinn er loksins orðinn fullur. Guð varð að grípa í taumana. Náðartíminn var runnin út. En sem betur fer lesum við að Nói, hann fann náð í augum Drottins. Hversu lengi varir náð Guðs og hvenær er mælirinn fullur? Ef náðartími þeirra rann út, getum við þá ekki vænst þess sama? Í Mattheus 24:37 segir: eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Þannig að Kristur kemur aftur þegar menn hafa fyllt mælinn á sama hátt og fyrir flóðið. Pétur spurði Krist eitt sinn að því: hversu oft skyldi fyrirgefa? Við lesum það í Mattheus 18, vers 21 og áfram. Þá gekk Pétur til hans og spurði: Herra, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum? Er hann misgjörður við mig, svo sem 7 sinnum? Og Jesús svaraði: ekki segi ég þér 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Og oft hef ég velt því fyrir mér þessari frásögn og hugsað: hvað á Jesú við með þessu? Hvers vegna segir hann 70 sinnum 7? Sumir hafa sagt að þetta þýði raun að okkur byrja að fyrirgefa endalaust, því að 70 sinnum 7 þýði það í raun að okkur byrja alltaf að fyrirgefa. En ég held að það sé allt of mikil einföldun á þessu. Ég er fullviss um það að Jesús hafði haft djúpa merkingu í huga. Það er ekki tilviljun að hann orðar þetta svona. En hvað átti hann við? Þá var það ekki fyrir svo löngu sem að ég var að hugsa um þetta, og ég myndist þess að það er á öðrum stað sem við lesum 70 sinnum 7. Og það rann upp fyrir mér ljós að Kristur var að vísa í þann texta með orðin sínum. Hann orðaði þetta svona til að fá okkur til að hugsa og rannsaka orðið. Þegar við berum saman ritningu við ritningu, þá skiljum við betur það sem orðið vil koma á framfæri við okkur. Í Daniel 9:24 það lesum við: 77 eru ákveðnar líð þínum og þinni heilugu borg, til þess að drýja glæpindi fulls og fylla mæli syndana, og til þess að friða þig fyrir misgjörðir og leiða fram eilíft réttlæti
til þess að innsigla vitrun og spámann og vígja hið háheilaga. Hérna er mjög svipað orðalag notað eins og Kristur notar. Það er því ekki fjarri lagi að álykta að hann hafi einmitt verið að vísa í þennan texta í orðum sínum. Og mér langar því að fara aðeins yfir þennan spádóm í Daníel og hvað hann þýðir. Ég veit að það er upprifjun fyrir mörg ykkar sem eru hér í dag. En vonandi er þetta lærdómsríkt fyrir marga sem áhlýða í útvarpi og á netinu. Ég ætla samt aðeins að fara yfir þetta í stuttu máli, en það er nóg til að efni á netinu sem fjallar þetta. Hvað tákna 77? Sjöund er ein vika eða 7 dagar. 77 eru því 7 sinnum 70 sem eru 490 dagar. Þessi spádómur spannar því tímabil sem varir í 490 daga. En þegar kemur að spádómum Biblíunnar, þá getum við túlkað 1 ár fyrir hver dag. Við höfum nokkra texta til að staðfesta það. Við lesum til dæmis í 4. Mósebók 14:34. Eins og þér voruð í 40 daga að kanna landið, svo skulu þeir bera misgjörðar í 40 ár, 1 ár fyrir hver dag, og fá að reyna hvað það er að vera yfirgefin af mér. Við lesum líka í Esekíel 4:6 að þegar þú hefur fullnað þessa daga, þá skalt þú leggjast á hægri hliðina hið annað sinn og bera misgjörð Júdahús 40 daga, telji þar dag fyrir ár hvert. Og eins lesum við í 1. Mósebók 29. kafla 26-28. Og Laban segir, það er ekki siður í voru landi að gifta fyrr frá sér yngri dótturina en hina yngri, enda þó út brúðkaupsviku þessarar, þá skulum við einnig gefa þér hina fyrir þá vinnu sem þú munt vinna hjá mér í ein önnur 7 ár. Og Jakob gjörði svo og endaði út vikuna með henni, þá gifti hann honum Rakel dóttur sína. Þannig að þarna er greinilega að vera að segja, bera saman eina viku eins og 7 ár. Í Daníel 9:25 þar segir, vit því og hyggað, frá því þegar orðið endurreisn Jerúsalem útgekk til hins smurðahöfðingja eru 7 sjöundir, og 62 sjöundir skulu torg hennar og stræti endurreist verða þó að þrengingartímar séu. Hér í versi 25 er okkur gefin hvenær þessi spádómur hefst. Það er þegar orðið gekk út endurreist Jerúsalem, þá er stóra spurningin, getum við vitað hvenær þetta orð gekk út? Svarið við því er já. Það eru raun og veru 3 tilskipanir þess efnis að endurreisa Jerúsalem. Svo fyrsta er skráð í Esra 1:1, Kýrus Persakonungur gefur út slíka tilskipun, og aðra tilskipun er að finna í 7. kafla 3. versi. Og fyrsta ári Kýrusar konungs gaf Kýrus konungur út svo hljóðandi skipun, hús Guðs í Jerúsalem skal endurreist verða til þess að menn megi þar færa fórnir, og grundvöllur þess skal lagður, og það skal vera 60 álnir hæð og 60 álnir á breidd. En það er 3. tilskipunin í Esra 7, tilskipun sem Arthasastar Persakonungur gefur út. Það er hægt að finna það í Esra 7. kafla 8-9. vers, og hann kom til Jerúsalem í 5. mánuðinum, það var á 7. ríkisári konungs, því að hinn fyrsta dag, hinn fyrsta mánaðar, bjó hann ferð sína frá Babylon. Og hinn fyrsta dag, hinn fyrsta mánaðar kom hann til Jerúsalem með því að Guð hans hélt náðarsamlega hönd sinni yfir honum. Og það er þessi tilskipun sem menn hafa fallist á að sé það sem skuli miða við, en það er þessi tilskipun mjög vel tímasett. Guð sá til þess að svo skyldi verða, svo að við gætum reiknað þetta út.
Þessi tilskipun var gefin 457 fyrir Krist. Það því þá sem við byrjum að reikna út hvenær þessi 490 ár byrja. Snúum okkur þá aftur að versinu sem við lásum áðan í Daniel 9:25. Vit því og hygg að frá því að orðið endurreist Jerúsalem útgekk til hins smurða höfðingja eru 7 sjöundir og í 62 sjöundir skulu torg hennar og stræti endurreist verða þó að þrengingatíma séu. Hér spátunum skipt upp í þrennt, þannig að fyrsta hluta eru 7 sjöundir eða 49 ár. Það sá tími sem tók að endurreisa Jerúsalem. Eftir það skildi vera 62 sjöundir eða samtal 69 sjöundir til hins smurða. Það því skilið eftir síðasti hlutin eða 1 sjöund af þessum 70. Hins smurði skildi koma fram þegar 1 sjöund eftir að spátunum eða 483 árum eftir að tilskipunin var gefin út. Ef við tökum ártalið þegar tilskipunin var gefin út og draugum frá 483 ár mínus 457 komum við til 26 eftir Krist, en þar sem það var ekkert 0 ár, þá þurfum við að bæta við 1 ári, þá komum við árinu 27. Einmitt þetta sama ár, 27 haustið, þá Kristus skýrður af Jóhannesi og andi Guðs kom yfir hann. Nákvæmlega á réttum tíma var hann smurður til þjónustu sinnar. Og þannig rættist spádómurinn til hins smurða höfðingja. En 1 vika eftir af þessum spádómi 70 sjöundir. Eins og við lesum í Daniel 9:27. Og hann mun gera fastan sáttmála við marga 1 sjöund og miðja sjöundina mun hann afnema sláturfórn og matfórn og á vængjum viðurstigðarinnar mun hann eyðandinn koma, en eftir það mun gjöreyðing og hún fastráðin steypast yfir eyðandann. Þannig að frá því að Kristur var skýrður 1 sjöund eða 7 ár. Mitt þetta tímabil eða 3,5 ári eftir skýrnina mun hann afnema sláturfórn og matarfórn 27 haustið pluss 3,5 ár og við erum komin að árinu 31 vorið. Og þá eru önnur 3,5 ár eftir sem tekur okkur til ársins 34 haustið. Við lesum það í Póstulusaginni 7:59, þannig grýttu þeir Stefán, en hann ákallaði Drottinn og sagði: Drottinn Jesú, meðtak þú anda minn. Þannig fullnuðust þessi 70 sjöundir nákvæmlega eins og sagt fyrir í Daniel 490 árum fyrir tíman. Með því að grýta Stefán höfðu Ísraelsmenn drygt glæpinn til fulls og fyllt mæli syndana eins og við lásum í Daniel 9:24. Hvernig hægt að efast innblástur Biblíunnar þegar við höfum slíkan vitnisburð? Hér höfum við teikningu af spádóminum í heild sinni, allt tímabilið sem spannar 490 ár. Þannig var það að gyðingum var gefin 70 sinnum 7 til að fullna skeið sitt nákvæmlega eins og Kristur sagði, 70 sinnum 7. Eftir þetta hófu lærasveinarnir að bera fagnaðarerindið til heiðingjana. Gyðingar voru ekki lengur Guðs útvalin þjóð, heldur allir þeir sem taka við Jesú eru Abrahams synir og dætur. Gyðingum hafði verið gefið sérstakt hlutverk. Þeir áttu að vera talsmenn Guðs í þessum heimi, boða boðskapinn náð Guðs, en þeir brugðust hlutverki sínu. Og hvað segir það okkur? Segir það okkur ekki einmitt það að náð Guðs hún á sér takmörk? Það dæmisaga sem Kristur segir í Matteus 21, 33-43, sem lýsir því svo vel hvernig þeir brugðust þessari köllun sinni. En þar segir Kristur: landeigandi nokkur plantaði víngarð. Hann hlóð garðum hann, gróf fyrir vínþröng og reisti turn,
seldi hann síðan vínyrkjum á leigu og fór úr landi. Og þegar ávaxtatíminn nálgaðist, sendi hann þjóna sína til vínyrkjana að fá ávöxtinn. Þetta er lýsing á því hvernig Guð hafði í gegnum aldirnar sent Ísraelsmönnum hvern spámanninn á fætur öðrum. En vínyrkjarnir tóku þjóna hans, börðu einn, drápu annan og grýttu hinn þriðja. Þannig nákvæmlega fóru þeir með menn Guð sem höfðu verið sendir til þeirra. Drápu þá og jafnvel söguðu þá í tvennt. Aftur sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri, og eins fór fyrir þeim. Eins fóru þeir með þá. Síðan sendi hann til þeirra son sinn og sagði: þér munu virða son minn. Þegar vínyrkjarnir sáu soninn, sögðu þeir sín á milli: þetta er erfinginn. Förum og drepum hann og náum arfi hans. Og þeir tóku hann, köstuðu honum út fyrir víngarðinn og drápu hann. Hvað mun nú eigandir víngarðsins gjöra við vínyrkja þessa þegar hann kemur? Þeir svara, og þeir kalla þannig dómi yfir sjálfan sig: þeim vondum mönnum mun hann vægðalaust tortíma og selja víngarðinn öðrum vínyrkjum á leigu, sem gjalda honum ávöxtinn á réttum tíma. Og Jesús segir við þá: hafið þér aldrei lesið í ritningunum, sá steinn sem smiðirnir höfnuðu er orðinn hyrningasteinn. Þetta er verk Drottins og undursamlegt er það í augum vorum. Þess vegna segi ég þér: Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávöxt þess. Þannig segir Kristur fyrir það að hann yrði tekinn af lífi í þessari dæmisögu, og það rættist í lok þessa spádóms 77 undir. Það var hins vegar ekki fyrr en 37 árum eftir að Stefán var grýttur sem hegningin kom niður á Ísraelsmönnum. Árið 70 eftir Krist var Jerúsalem eitt. Kristur hafði sagt fyrir það og var að lærisveina sína við, enda höfðu allir hinni kristnu komið sér undan áður en sá atburður varð að veruleika. Í Mattheus 24, 15-18 segir: þegar þið sjáið viðurstigð eyðingarinnar sem Daníel spámaður talar sjáið, hann vísar hér í Daníels spámann, standa á helgum stað, lesandinn athugi það, þá flýi þeir sem í Júda eru til fjalla. Sá sem er upp á þaki fari ekki ofan að sækja neitt í húsitt, og sá sem er á akri skal ekki hverfa aftur og taka yfirhöfn sína. Og sagan segir að herlið Rómaveldis hafi gert sér líklega til að ráðast á borgina, en svo dregið sér til hlés. Þá gafst öllum hinum kristnu tækifæri til að koma sér undan, því að þeir vissu hvað var í vændum, enda hafði Kristur lýst þessu fyrir þeim. Skömmu síðar lagðist herinn með fullum þunga á borgina og lagði hana í rúst. Þetta ætti að segja okkur það að þó að Guð sé miskunnsamur og þolinmóður, þá varir náð hans ekki að eilífu. Það kemur tími þegar náðantíminn rennur út. Það var þannig á dögum Nóa og það var þannig með Ísraels þjóðina. Hvers vegna ætti það að vera eitthvað öðruvísi núna? Í Mattheus 16:4 segir: vond og ótrú kynslóð heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Það er heldur ekki tilviljun að Kristur bendir þeim á söguna af Jónasi. Jónas hafði verið 3 daga í stórfisk áður en hann kom til Nínive. Honum hafði verið falið að bjóða þeim þann boðskap að iðrast synda sinna eða farast. Sagan af ferðalagi Jónasar og hrakförum hans áður en hann kom til Nínive hefur án efa spurst til íbúa Nínive. Það hefur án efa verið mikið tákn fyrir þá að sannfæra þá að Jónas væri kominn á vegum Guðs til að vara þá við. Og eins og við þekkjum þá hlustuðu þeir á boðskap hans, iðruðust og snéru sér til Guðs. Þannig komust þeir hjá því að hegningin kæmi niður á þeim, og Kristur er hér að benda þeim á þessa sögu, eins og til að segja þeim að þeir þurfa ekki að láta hegninguna koma niður á þeim. Ef þeir bara iðrast eins og Nínive,
þá geta þeir líka komist hjá hegningunni. Tákn Jónasar var þeim gefið einmitt í þeim tilgangi, svo að hann að segja þeim, lærið af þeim. Á sama hátt og Jónas var í 3 daga í fiskinum, þannig var Kristur 3 daga í gröfinni. Hefði það ekki átt að vera nægilegt tákn fyrir Ísraelsmenn til að iðrast og snúa sér til Guðs? Hefðu þeir þá ekki á sama hátt og íbúar Nínive getað afstýrt öllu þeim hörmungum sem yfir þá kom árið 70, jafnvel eftir að hafa krossfest Krist, ef þeir bara hefðu iðrast? Það sama á við okkur sem lifum í dag. Okkur stendur til boða að komast undan þegar okkar náðatími rennur út, ef við bara viljum iðrast og snúa okkur til Guðs, eins og segir í Jóhannesarbréfi 1:9. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Þá þurfum við ekki að óttast það að náðatími rennur út, ef við bara tökum við honum og gefumst honum. Mættum við öll læra af þessu og taka við náð Guðs, snúa okkur til hans, svo hann getur hreinsað okkur af öllu ranglæti, áður en náðatími rennur út og það verður seint. Takk ykkur fyrir.